vel. Sæl veriði, bæði þið sem eru í salnum og þið sem eru heima eða annars þar að horfa eða hlusta. Og hérðan viljum við senda áframhaldandi frá okkur öllum, veit ég, samúðarkveðjur til fjölskyldunar, Kristínar, og biðjum Guð að varðveita og blessa og veita huggun sem aðeins hann og aðeins eins og hann getur veitt. Guð blessi ykkur öll og varðveiti. Þetta getur verið erfitt og þegar Sibba minntist á að hvort ég geti kannski bara stigið inn núna, þá var það sjálfsögðu bara ekkert mál standa með þeim á þann háttinn líka. Við höfum verið, og ég veit ekki hvort ég hef tekið eftir, ef þið hafa verið að hlusta hérna á samkomunar okkar undanfarið og tala um biblíulestrana á miðvikudögum líka, þá höfum verið aðeins að svona skoða tilbaka og skoða hvað það, hvaða kraftur var það í frumkirkjunum fyrstu 300 árin sem að veitti þeim þennan kærleik og þennan kraft til að umbreyta heiminum. Og það svolítið gaman að því, ef þið hafi fylgst með strákonum, þegar ég segi strákonum þá er alveg hugsa pastorna sem að kenna niður í Fíladelfíu, því Helgi hefur verið að tala um þetta líka og þeir báðir reyndar, Aron og Helgi, og hvað getum við lært af frumkirkjunni? Hvað getum við lært af því? Hvað þýðir að vera kristinn? Og þetta er aldrei gaman að Guð skuli vera, af því við vorum, Sibba hringdi ekki í það og sagði, strákar, hvað þið að tala um? Við ætlum að tala um það sama. Það var ekki svoleiðis, þetta var bara eitthvað sem var að gerast og Guð er að vekja með okkur og það er svo gaman að sjá hvað Guðs andi er að vinna og hvað hann er að tala. Og síðast sunnudag, nú fæ ég að bara stíga inn í áframhaldi hjá mér síðasta sunnudag. Já, það var nú ekki meiningin, en nú ætlum ég að gera það bara örstutt. Klukkan er hvað, já, passar. Og við minntust á það að árið 318 að þá var kristin trú gjörð að ríkistrú í rómverska heimsveldinu. Þá voru kristnir menn, hugsið ykkur, búin að gjörbreyta rómverska heimsveldinu. Þeir hefur bara búin að umbylta heiminum, hinu þekkta heimi. Og það gerðu þeir í kærleik og krafti sem að hefur alltaf verið ætlunin að kirkjan hefði og geymdi innum eins og framgengi í. Það var aldrei ætlunin að sá kraftur dofnaði eða sofnaði eða við myndum breytast í svona minjasafn. Öll góð söfn eru lifandi söfn. Öll góð söfn eru þannig að það er sífellt verið að bæti og það er eitthvað að gerast og eitthvað að koma nýtt og fara og svo framvegis. Og kirkjan er svolítið svoleiðis. Hún þarf að vera lifandi og kröftug. Eitt af því sem við minntust á þetta við allir vorum að spjalla saman, eitt af því sem að Konstantínus, keisari, sá, því það voru ofsóknir gegn kristnumönnum og þeir voru bara réttræpir. Eitt af því sem var leyfilegt og það voru bara æskilegt, það voru ekki bara lög sem leyfðu það, heldur var það æskilegt að það var barnaútburður. Það var bara æskilegt að fólk losaði sig við börn sem voru svona kvöð og pína og svona byrði á heimilinu og þeir settu þannig að börn voru borin út og þau voru skilin eftir. Eitt af það sem kristnir menn gerðu, takk eftir þessu, kristin kirkja tók þessi litlu börn, fór á staðinni þar sem að Rómverjar voru að bera út og íbúar rómverska heimsveldisins voru að bera út börnin sín, fóru, tóku börnin og óluðu upp eins og sín og þeirra börn. Þeir eru vitni að þessu. Þetta hafði áhrif á þá. Hvaðan kemur þessi kærleikur? Hefur ekki nóg með þín eigin börn? Þarf það að vera að safna þér 5-6 öðrum börnum sem að foreldrar vilja ekki hvað sem er. Þetta er gott.
En þarna var lífið. Þetta það sem köllun kirkjunnar Það að koma í líf, varðveita líf. Breyta því sem að þarf að breyta og svo framvegis. Og eitt af því sem að við höfum rætt mikið við höfum rætt söguna svolítið og síðan höfum við að skoða, út á hvað gekk þetta? Hvað það einhver einfaldleiki, það einhver einfalt og ef við skoðum það, ég ætla að leyfa Páli að tala. Eru til í það? Leyfum Páli að tala og sjáum hvað hann segir. Í Galatabréfinu. Pál segir svona í 1. kafla. Hann sagði ekki, ég heyri það samt alveg, sko. Það næsta setningin þessi. Mig furðar. Þetta frá 7. versi í 1. kafla Galata. Mig furðar að þið svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði ykkur í náð Krists. Ég bara skil ekkert í ykkur. Hvað eru fljót að láta beygja ykkur af leið því að það búið að kalla ykkur í náð Krists. Og þeir hafið snúist við til annars konar fagnaðarerindis. Það þó ekkert fagnaðarerindi, heldur það einhverjir að trufla ykkur og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. En þótt jafnvel ég eða engill frá himni færi að boða ykkur annað fagnaðarerindi en það sem ég hef boðað ykkur, þá sé hann bölvaður. Eins og ég hef áður sagt, eins segi nú aftur, ef nokkur boðar ykkur annað fagnaðarerindi en það sem þið hafið numið, þá sé hann bölvaður. Það læti ykkur vita, bræður mínir, aðeins niðar í 11. versi og systur að fagnaðarerindi sem ég hef boðað ekki mannaverk. Ekki hefur tekið við því að manni, né látið kenna mér það, heldur hefur Jesús Kristi ópenbera mér það. Þarna segir Pál, það eitthvað í gangi, eitthvað kennsla sem fagnaðarerindi Jesú Krist. Þetta fagnaðarerindi fyrir mörgum heimska. Af því að það svo einfalt. Það svo án þess að þú þurfir að gera neitt að það mannlega séð ekki rökrétt. En Pál segir, Pál postuli fer út úr Jerúsalem og úr Antíókíu og hann fer allan heiminn, hann fer Litlu Asíu og hann predikar fagnaðarerindið. Síðan kemur hann Galatíja var í dag þar sem Tyrkland stórt svæði í Tyrklandi og hann skrifa þeim bréf og segir, heyrðu, hver búin að snúa ykkur? Ég meina, það bara liðin örskammur tími, ég var hjá ykkur. Og það þegar búið, sjáu hvað fljótt að snjóa yfir og auðvelt að koma hluti inn sem að þvælast fyrir. Hann segir, það eru bara menn sem vilja afvegaleiða ykkur. Heyrðu, við erum hér 2000 árum seinna. Hve mikið ryk búið að slá í augun okkur? Þetta það sem við erum að skoða. Hann segir einfaldlega, ég boðaði ykkur fagnaðarerindið og jafnvel þó að engill komi af himnum standi beint fyrir fram ykkur og segi ykkur eitthvað annað, þá sé hann bölvaður. Það rangt. Þetta stórt, vá, hvað hann tekur stórt í munn. En hann hættir ekki. Þó að ég fái nýja opinberun og kenni ykkur, þá ég bölvaður. Það breytir engu, það sem ég sagði ykkur fyrst fagnaðarerindið því að það það sem Jesús gaf mér. Og þetta, elsku vinur, það sem að við viljum standa fyrir, fagnaðarerindið Jesú Krist. Þetta það sem kirkja Kristi kölluð til. Við í gegnum tíðina höfum tapað eða misst sjónar oft á þessu. Ég myndist á það síðast muniði að þegar við missum sjónar á fagnaðarerindinu fyrir daginn í dag, þá horfum við á fagnaðarerindi sem að hann fór á krossin fyrir mig, sem alveg satt, og fagnaðarerindi sem verður, hann mun koma aftur í dýrð. En fagnaðarerindi í dag þú ert hólpin fyrir Guðs náð og heilugum anda
útelt yfir lífið þitt. Guð hefur sætt heiminn við sig. Hann dús og sáttur við þig, tilbúinn til að taka og gefa þér líf. Við erum búin að minnast á það og koma nokkru sinnum fyrir henni dag. Þetta með þörfina, hvað við erum að ganga í gegnum. Hvers þurfandi við erum ekki í heiminum í dag. Sjáu þessa veiru. Ég meina, það breytir, hún fer ekki í manngerð. Nei, við sjáum hann ekki einu sinni. Hún fer ekki í manngerðnálit. Trump laður á spítala, þessi laður á spítala, hinn og þessi. Það breytir engu hver maðurinn eða konan. Ég var að hugsa daginn, hérna þessi litla, ósýnilega veira. Hingað og þangað ferðinum heiminn, þar meðal okkar góða landi. Og hún bara nærri því að slátra svona globalization, einhver svona nattvæðingu. Menn hægt að ferðast, ekki hægt að ferðast. Þú fer einhver flugvöll og það bara 5 manns einhvers staðar. Sjá hvað, þetta gjörbreytt og þetta bara lítið. Ef ekki bara segja kvikindi. Já, sem að gjörbylta öllu. Við þurfum fagnarindið Jesú Kristi. Ekki bara til að berast gegn veirunni, en svo sannarlega þar. Heldur bara fyrir líf okkar allt. Þá þurfum við fagnarindið. Kristindómurinn ekki, eins og ég sagði áðan, minjastofnun. Kristin kirkja ekki minjastofnun. Við erum ekki safnverðir. Vonbrigði fyrir sum. Átta mig á því, vonbrigði fyrir sum. Sumir vilja bara vera í því. Það svo þægilegt nefnilega að sjá það. Það svo þægilegt að vera bara safnvörður. Þú veist, það búið að gera þetta. Einu sinni var ég í þessu kafi, ég bjóð til þetta safn með einhverjum finna, en nú ég bara að passa það. Ekki satt? Og við viljum það. Við eigum ekki að vera það. Við eigum ekki að vera það. Hvað kristindómurinn? Við tölum kristin sið, kristna arfleið sem við eigum svo sannarlega hér í þessu landi. Og það var það síðasta sem ég gerði að fara að segja að hún var vond og ég vildi hann ekki. Nei. En það ekki kristindómurinn. Það það sem kristindómur hefur búið til og sumt af því erum við ægilega hrifin af og annað erum við ekki rosalega hrifin af. Því að þegar snjóar yfir fagnarindið, þá býr kristindómurinn til alls konar. Eins og fyrirhandi borgarstjóri sagði. Alls konar. Skiljið hvað að fara? Þetta skiptir öllu máli. Ef kristindómurinn snýst hefðir og arfleið, þá þurfum við ekkert að gera svo mikið. Því þá getum við bara haldið safninu til haga. Og passa það að það vonda sem við yfirtaka og breyta því geti ekki breyti. En ef við trúum á fagnarindið Jesú Kristi, þá erum við með allt annað í höndunum. Þá erum við með kraft Guðs til að umbreyta og umbylta ekki bara einstaklingum, heldur heilu þjóðfélögunum. Það segir í Mattheusar Guðspjalli að allt fagnarindi Guðsríkisins verður predikað allan heim og allar þjóðir, ekki bara allir einstaklingar, þjóðirnar, heilu þjóðirnar munu heyra og meðtaka fagnarindi Jesú Krist. Ég vil sjá fagnarindisins byltingu á Íslandi, vakningu fagnarindisins, að við vöknum upp til lífsins það sem hann hefur gefið okkur í Kristi. Eru þið með? Þetta kraftur Guðs. Kraftur Guðs. Kristindómur án fagnarindis faktisk ekki kristindómur. Það það sem Páll var að segja með það. Leið þú blandar ykkur í hann, þá þetta ekki lengur kristindómur. Þú ætlar að baka súrdegsbrauð, sykurlaust. Þá setur ekki sykur í það. Þú setur ekki efni inn í dótið svo þetta búið til ef það á að vera ekta. Og þetta það sem Páll var að segja. Látið ekki plata ykkur. Það búið að vera að blanda inn í ykkur dót sem ekki hluti af fagnarindinu. Það verið að reyna að gera ykkur frammistöðu kristinn.
Í staðinn fyrir fagnarhendi náðarinnar sem þú tekur óverðskuldað. Þá hafi ég gengið inn í frammistöðu kristindóm. Ég hef verið þar. Sekur. Það sem verra var, ég var ekki sjálfur í frammistöðu kristindómum eingöngu. Ég gerist frammistöðu lögga. Hver hefur ekki verið það? Ekki þið. Ég veit að þið hafi aldrei gert það, verið að segja öðru til hvernig þau að lifa. Moi. Ég hef gert það. Þetta gengur ekki, sko. Þú veist, eða hvernig svo gerir þetta. Fyrirgefið. Svo vitlaus. Ég ætla ekki að segja ég, en svo vitlaus var ég allavega. Ég meina, ég fullorðinn maður núna. Ég ekki lengur þessi úlingur blautur bak við eyrun. Nú ég bara gamall maður blautur bak við eyrun. Nei. Já, síungur. The 60s is the new 40s. Ég heyri það daginn. 60s is the new 40s. Við erum í góðum stað. Sjáum við til. Rabbi, kýmur. Sjáum við til. Frammistöðu kristindómurinn kallar á frammistöðu löggur. Vegna þess að ef við erum bara með lögmálið og lögin og hvernig þú átt að hegða þér, hvernig þú átt að vera, hvað má segja, hvernig þú átt að hugsa, hvernig þú átt að klæða þig, hvernig þú átt að standa, hvernig þú átt að sitja og svo framvegis, þá þurfum við einhvern til að passa það. Því það er ekki hægt að treysta börnunum. Óvitunum í Kristi til að hegða sér almennilega. Það bara ekki hægt. En ég sem búin að vera kristinn alveg í 6 mánuði, þú veist, ég get sagt þeim hvernig á að vera því að heilagur andi sýndi mér það. Sorry. Þetta virkar ekki. En eins og ég segi aftur, þið ekki sekur um þetta, ég hef verið sekur um þetta. Fagnarendi náðarinnar krafturinn sem leysir fólkið. Ég þarf ekkert að reyna að siða fólk til með það. Guðs, ef Guð kemst að í lífi fólks, þá umbreytir hann. Munið því að, ég held ég hafi einhvern veginn sagt þetta, en ef ekki, þá segi ég það bara aftur, eða ef ég hef ekki sagt það, þá segi ég fyrsta sinn, annars aftur. Ef að þið finnir stórkostlegt málverk, stórt málverk, það alveg bara 3-4 metrar, eitthvað hjúts, bara veggmálverk alveg. En þið sjáu ekki hvað mynd þetta er. Þetta er bara svo skítugt, þetta er gamalt, þetta fannst einhvers staðar svona í geymslu, þetta er bara svona nánast drasl. En áður hendu því, þá ætlum við vera alveg viss, því að það var einhvers sem sagði, þetta gæti verið Rembrandt. Ok. Þá fer ég ekki með fægiskóflu og kýttispaða að þrífa málverkið. Ef þetta er málverk eftir mig, myndi ég kannski gera það, því það var ekki mikilsvirði. En ef þetta er hugsanlegt eftir Rembrandt, þá er þetta svo mikilsvirði að það eru bara helstu sérfræðingar sem geta hreinsað og gert það klárt. Svo ég tala við bresku safnið, þjóðminjasafnið, myndlistasafnið, hvað nú í Bretlandi, því þeir kunni þetta. Einhver á Íslandi líka. Þeir koma, þetta er bara eins og, þú veist, þeir eru lengi og það er passað þegar þú ert að þrífa að fara ekki ofan í litina sem eru undir. Smátt og smátt kemur alveg dýrðarinn að mála ekki ljós. 100 milljónum króna virði, því þetta er nýtt málverk eftir Rembrandt sem ég hefði getað eyðilagt. Nú ætla ég að segja ykkur, hver einstaklingur er miklu dýrmætari heldur en málverkið hans Rembrandt, miklu dýrmætari. Hversinu óskupur mætti ég þá ekki að fá sérfræðinginn til að hreinsa það? Nei, ég ætla að gera það sjálfur með mínum kýttispaða og ég eyðilegg lífið. Kristur hreinsar. Og ég ætla að enda með þessu hérna. Hlustið á þetta. Úr Rómarbréfinu.
Ég fyrirverð mig ekki. Ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindið. Ég veit fólk, kristið fólk, sem skammast sig fyrir fagnaðarerindið. Á hverju ættum við að skammast okkar fyrir fagnaðarerindið? Ástæðan fyrir að við skammast okkar hugsanlega, enginn hér, ég veit það ekki þið, fullt öðru fólki sem gera, að það búið að slá svo mikið dust og ryki í það að það eru máttlaus og kraftlaus. Það búið að þynna það svo mikið út að það engin selta í því lengur. Það eru svo vanmáttugt að það eina sem þú hefur þegar einhver kemur í gegn fagnaðarerindinu í þér, þá reynir að færa ykkur rök fyrir ykkur og einhver kjaftar þig bara út af borðinu strax því þú hefur engin rök. En ef þú hefur kraftinn, þá engin sem kjaftar út af borðinu. Krafturinn það sem skiptir máli. Og hlustiði, Páll segir, ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindið. Af hverju? Því að það kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir, gyðinginn fyrst, síðan aðra, og réttlæti Guðs opinberast í því, hverju? Í fagnaðarerindinu, fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Þetta fagnaðarerindið, og vegna þess að það svo máttugt, svo kröftugt í heilugum anda að það engin ástæða til að skamma sín. Býtu, á hverju ætti ég að skammast þín ef ég get hjálpa þér í krafti Guðs? Hvað sem ósköpunum? Það ekki bara dásamlegt? Það bara dásamlegt. Þetta það sem frumkirkjan hafði. Þetta fagnaðarerindið sem umbreytti heiminum. Þú og ég eigum þetta sama. Við eigum þetta. Og ég segi við ykkur öll, þessi kraftur hér til að breyta þínu lífi, hafa áhrif á þitt líf, hjálpa þér í fjármálunum, hjálpa þér í heilsunniðinni, hjálpa þér í fjölskylduðinni, reisa þig upp, hjálpa þér í vinnunniðinni, atvinnuleysunniðinni hugsanlega. Krafturinn hér til að breyta öllu í lífið þínu. Það kraftur fagnaðarerindisins í Jesú Kristi. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér fyrir náðin og miskunn. Þökkum fyrir fagnaðarerindið í Jesú Kristi, sem kraftur Guðs til frelsunar hverri sál, og í því birtist réttlæti þitt, Guð. Það réttlæti sem segir, ég hef búin að eiga við syndina í mannkyninu. Ég hef búin að sætta heiminn við mig. Meira fagnaðarerindi ekki hægt að fá. Þakka þér, Jesús. Hjálpa okkur, Drottinn minn. Til að meðtaka, lifa og framganga í þessu sem einstaklingar, sem kirkja, á hreinan tæran máta. Það sem þú, þinn kærleikur, þinn kraftur leysist á meðal okkar. Drottinn, ég bið fyrir hverjum hér inni, fyrir anda þinn, að þú starfur og verkir og vinnir. Þú þekkir hverja sál hinni og þú þekkir hverja sál sem að horfa og hlusta. Þú veist nákvæmlega hvað hver að ganga í gegnum. Hvað að bröltast innra með þeim og brjótast þannig að hugsanlega veldur mannlegan eða hugarangur eða eitthvað. Drottinn, þú þekkir þetta. Og við biðjum að mæta fyrir anda þinn núna í Jesú nafni og opinbera fagnaðarerindið Krists inn í líf hvers og eins. Takk, Jesús. Halleluja. Ef þú ert að hlusta og þú hefur aldrei meðtekið þetta fagnaðarerindi inn í þitt líf, þá langar mig að bjóða þér að biðja með okkur. Ég skal biðja undan, bið þú bara á eftir, skal leiða þig í bæninni. Himneski Faðir, ég þakka þér
að þú hefur gefið mig fagnarendi. Fagnarendi sem mig langar nú til að þekkja. Og þess vegna kem ég til þín. Og ég bið að hreinsa líf mitt. Því ég dýrmætari heldur en Rembrandt málverk. Hreinsaðu líf mitt. Ég vil tilheyra þér. Endurfæddu anda minn. Og gef mér af anda þínum. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Út af COVID þá vorum við ekki að bjóða fólki að koma hérna í nánd í fyrirbæn. En við viljum samt sem áður biðja fyrir ykkur og munum gera það. En ef eitthvað sérstakt bænarefni sem þú vilt koma á framfæri, þá biðjum að setja það í baukinn. Ekki baukarnir hérna hjá okkur, bræður? Já. Og eins getið þið bara hringt eða skrifað okkur post ef það eru sérstakt bænarefni. Guð bless ykkur, elsku vinir. Nú breytist þetta allt á morgun, þannig að við munum auglýsa og láta ykkur vita hvernig við tökumst á við þetta í þessu nýja gamla systemi sem byrjar á miðnætti í kvöld. Guð geymi ykkur, elsku